K-morgnar með Svala og Svavari. Við erum að velta fyrir okkur lestri bara hreinlega og að koma Jón Vigfús góðan daginn. Hvernig hefur það? Ég hef það bara rosalega gott, takk. Hraðlestara skólinn. Já. Nú í einhver tíma búið að ganga á Facebook svona ég var að segja svona smá klausa til að lesa þar sem það verið og yfirleitt alltaf á ensku þar sem að öllu rugla, það eru réttu stafinir sko en ekki réttu röð nema fyrst og síðasti sem gera það verkum og það hægt að lesa eiginlega á sem að rugli og ég skal viðurkenna það að ég betri að lesa svoleiðis heldur en venjulega. Þú ert ekki einn það vegna þess að sko þegar ég til dæmis ég tek svona texta fyrir á námskeiðinu vegna þess að þetta partur af því að sko byggja orðaforðan okkar þar hugurinn okkar hann ræður við það þó að textin eða þó bókstafinir innan orðsins sé ekki endilega réttri röð þá ræður hugurinn við það bara afrugla bókstalegt orðið fyrir okkur og ég nota þetta á einni glærunni á námskeiðinu og það mjög algengt að jafnvel þeir sem að sko eiga við eitthvað að lestara örðuleika með blindir og slist, þeir eiga stundum auðveldara með að lesa textan í því forminu vegna þess að þeir eru vanir því að textin sé að fara á flak. Hann er bara ekki til staðar, hann er bara að stökkva hingað og þangað og þetta er ótrúlega oft að þetta kemur fyrir. Ég nefnilega, sko þekki og ég veit að við Svavarum eins með þetta. Bókin þarf að vera verulega skemmtileg til þess að hún haldi mér sko og til þess að ég sé ekki bara komin eitthvað verkefni já, ég er bara fann að lesa einhver mál í miðrum lestri sko Það er mjög algengt, ég myndi segja svona upp undir 90% þeirra sem sitja námskeiðin þeir finna fyrir því að einbeitingin er bara komin bara allt annað þetta gerist einfallega vegna þess að við erum að lesa of hægt það er stóra vandamálið Já, við þurfum að lesa hraðar vegna þess að ef við spáum aðeins í það þegar við erum að svona daglegum störfum okkar þá erum við að fara og við erum að vinna miklu hraðar í nánast í öllu öðru umhverfu okkar allan eilanga daginn það hefur reiknað út að svona lágmarkshraði hugans er í 400 orð á mínútu meðal lesandi, hann er að lesa aftur á móti í kringum 200 upp undir 300 orð sem að þýðir einfallega hann er að lesa upp undir helmingi hægar heldur en hugurinn vill að lágmarki lesa og hvað gerist þegar við erum að lesa í kringum 200 hugurinn vill lesa í kringum 400 þá hefur hugurinn eða 200 orð til viðbóta til þess að gera hvað velta fyrir sér bíómyndin í gær samtala við vinina hvað er matinn í kvöld hvað við gerum helgina og áður við vitum að allir bara byrjum við, hvar var ég nákvæmlega man ekkert hvað ég var að lesa og þetta er það sem að fólk á við Akkur er þetta ekki greint í skóla? Þetta eru sumir skólar sem að kenna í dag ég aftur á móti veit að ég þekki dæmið til dæmis erlendis frá að það var til dæmis einn nemandi sem kom til mig frá HR sem hafði setið við hliðina á nemanda sem var breskur hafði lært 11 ára aldur að hraðlesa og hún sagði að það var ekki bara hægt að bjóða mann upp á það að sitja við hliðina á þessu manni því að þegar hún var komin á blaðsíðu 2 þá var hann búinn með kaflann og byrja að vinna verkefni og það náttúrulega var ekki hægt að hafa svoleiðis fólk við hliðina á sig Ég hef líka heyrt í konu sem var 7 ára í Bandaríkjunum þegar hún sat námskeið svona og hún sagði hún hafði aldrei kynnst þessu fyrr og ekki séð ekki fyrir börnin sína en eitt svoleiðis en hún sagði hún bjóðaði alla ævi að hafa kynnst í svona snemma Þetta sem sagt fyrir börn líka sem eru nýbúin að læra að lesa Ég er að taka niður alveg niður í 7-8 ára hef ég tekið þá hafa þau komið með foreldrum sínum 9 ára yngst sem er komið inn á svona kannski almennt námskeið með námstækninu og öllu saman þannig að þetta en svona grunnaldurinn er 13-14 ára þau þurfa helst að vera komið dálítið gott svona vel á veg en síðan erum við líka með námskeið fyrir 10-12 ára þannig að þetta er bara leið og krakkarnir eru komin með svona nokkuð góða færni við það að lesa en þetta á líka við rauninni bara allan aldur Ég segi ekki annað að það svo alveg hver kannast ekki við það að taka lán eða eitthvað svona dæmi og ég les aldrei neitt skilmálana sem það aftan ég bara kvitta undir þetta er eitthvað með ólíkið ég nenni því ekki þú veist að maður einhvern veginn er kannski á bílasölunni eða eitthvað og maður er ekkert að fara yfir skilmálana eða eitt en eitt þetta er svona eitthvað staðlega form en auðvitað maður að lesa þetta ég hef aldrei lesið þetta Það kannski bara að breyta því Hvernig væri það? Ég var reynda búin að lofa sjálfum mér ég ætlaði ekki að taka lán fyrir Karmelu aftur en það er annan en þú meinar að þetta sé ekkit vesen að læra þetta og hvað maður snöggur að ná svona einhvers konar tökum á þessu Já, ef við tökum sem dæmi bara þú veist eitt námskeið sem bara heitir bara hraðlestur fyrir alla þar kenni ég á 4 tímum
að tvöfalda lestarhraðan í léttum texta. Þetta er bara 4 tímar. Í alvöru? Já. Það sem við þurfum að horfa í, hraðlestur í rauninni bara, það sem að þetta eru einfaldar æfingar sem að þú ert að taka til þess að brjóta fyrst upp gamlar lestarvenjur sem kannski að halda aftur að þér, sem að trufla þig í dag, að brjóta þær aðeins upp, koma í staðinn venjum sem að hjálpa þér að takla textaðinn og mikið að lesefni. Lestur þetta er nákvæmlega sömu, þetta er alveg sömu með íþróttir, tónlistarnám eða hvað það er. Lykillinn að árangri í íþróttum, æfingar. Lykillinn að árangri í tónlist og tónlistarnámi, æfingar. Lykillinn að því að geta lesið hraðar, æfingar, ekkert annað. Þetta er bara spurning um það. En ertu þá að segja það að ég er ekkert algjörlega ónýtur þó ég sé kannski mögulega með smá athyglisbrest og kannski lesblindu, það get ég samt farið? Á, engin spurning. Ég var farin að hugsa hljóðbækur því að það eiginlega allt sem mér er sagt, ég gleymi því ekki. Og hann líka að tala á svo mikið Já, til dæmis. Ég held að þetta sé aðallega ég lesi minna því ég nenni ekki þú fær ekki að tala. En svo líka það sem þannig að við sem erum svona með einhverja greiningu af öllum greindarskort við eigum að vera líka þarna. Já, uppbyrðu 30, kannski rétt rúmlega 30% þeirra sem að setja hraðlestarnámskeiðin eru með lestrarörðuleika einhverju tæki, sem að lesblinda, hæglæsi eða eitthvað svoleiðis. Námsráðgjafarar og sérkennarar í skólum eru mjög mikið að vísa nemendur til okkar vegna þess að þeir eru að finna fyrir miklu mun og einbeitingarskortur, þetta er leið og hugurinn fær efni til sín á meiri hraða, þá erum við að halda betri einbeitingu í gegnum textan. Ég verð að fara svona. En annað. Þetta er sama að þú tala fólk sem er lengi að tala, geta ekki. Nei. Það er bara. Já, ég er að horfa bara á það. Það er að frétta. Já. En annað, það verður eitthvað að tala um ábyrgð. Já. Ævaábyrgð. Æviábyrgð. Já. Þegar þú sendir, ef við tökum sem dæmi, þú sendir kannski þú kemur inn kannski með 14 ára dóttuðina og hún getur komið inn eins og oft og hann vil. Við erum búin að vera starfandi í 34 ár, hraðlestarskólinn. Það meina þetta? Já, og Akkur engi búin að segja mér fyrir síðustu helg. og ég að fá, bara síðast bara núna í síðustu viku að þar var nemandi að klára sem var að koma inn í annað sinn, satt fyrst námskeið 1986, var að koma inn núna, greit ekki krónu fyrir, bara kom inn á námskeiðið, var að bæta við sér hraðan, kom með sinni sínum og bara að gera, þú veist. Þetta er náttúrulega, að mörguleiti er þetta eðlilegt, ég myndi telja og ég hef alltaf sagt þetta er bara eðlileg þjónusta hjá námskeiðahaldara að þú sért ekki að reyna að kenna sama aðeins tvisa sama efnið, heldur að hann sé að koma inn aftur, fólk að koma inn í annað, þriðja og jafnvel fjórða skiptið að þá bara einfaldlega veit ég, fólk að nota, fólk hefur áhuga á því og hefur gagnað því og þá það komin aftur. Ég elska. Hvað kostar svona? Almennt námskeið kostar 39.5 fyrir námsmenn 32.5 og eins og ég segi, þarna við erum líka með árangursábyrgð, þannig að ef þú nærið ekki að tvöfalda á þessum 3 vikum þá farið bara námskeið endurgreitt. Eða bara koma aftur. Þetta hljómar mjög vel. Ég er límdur hérna í stórnum því að þú talar frekar rætt. Já, mann nær öllu sem hann segir. Já, og ég næ öllu sem þú segir. Nefndu spyrja við oft, er það sem það er mér sagt að þegar maður les hraðar þá talar maður hraðar. Hvernig fer ég þá að lesa upphátt? Er enga stund með kvöldsöguna núna? Þetta er eins og Kata vinkona mín, hún gerir allt mjög svona hraustlega og þegar hún var að svona pæli að gera dagmamma, ég segi, nei, það gengur ekki, þú væri búin að passa börnun á miðvikudaginn. Það bara þýðir ekki, hún gerir allt hratt. Þetta er æðislegt. Jón Vigfús, takk fyrir komuna og við bara bendum okkur á hraðarskólan H.is. Það er svo hratt, það er bara 1 stafur. H.is. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. K-morgnar með Svala og